Við lögðum af stað til Reykjavíkur 10. febrúar og nutum útsýnisins á leiðinni þangað. Ásta Sóley, sem vinkona mín, komst því miður ekki með vegna veikinda. Við feðgarnir vöknuðum snemma og keyrðum á Keflavíkurflugvöll. Flugið var það bil 5 klukkutímar en þökk sé afþreyingarkerfinu í Icelandair leið tíminn fljótt. Ítölsku Alparnir frá ótrúlega sjónarhorni. Þegar við lentum var ágætishiti en því miður ekki í sól og blíðu. Ég bjóst ekki við að sjá svona mikla vínræktun í Norður Ítalíu. Þetta huggulegi bærinn Selva sem ítalska nafnið heitir Wolkenstein á þýsku. Bærinn í það bil 1500 metrum yfir sjávarmáli. Hótelið sem við gistum á var flott og staðsetningin frábær. Ég hélt að ég myndi fá ekta ítalskan mat en fékk í staðinn kássur og gúlrás. Þetta lyftan Champenoy sem flytur mann upp í hellu. Við vorum í hópi með öðrum Íslendingum. Hér sáum við Helgu, Hilmi og Jón. Stærstu kláanir geta tekið 100 manns í einu. Á skíðasvæðinu eru það bil 200 til 300.000 manns á dag að skíða. Við skíðum lengstu brekku svæðisins sem 10 km. Við þurftum að bíða 40 mínútur til þess að komast í kláinn. Yfirleitt leit ég svona út. Það eru 458 lyftur á svæðinu. Hægt að skíða alla leið heim á hótel eftir þessari braut. Þú mátt aldrei stoppa á miðri braut. Það getur orsakað árekstur. Það getur líka verið hættulegt að stoppa í blindhæð. Maður á einnig alltaf að virða manneskjuna sem fyrir framan sig. Samtals svæðið 1200 km sem þýðir að þú getur skíðað 1200 km. Vinsælar brautir verða fljótt grafnar eins og sést hér.
Selva búa bil 3000 manns. Þarna konan sem lét pabba sko heyra það. Þægilegt að geta vaknað og farið í heita skíðasport. Á heimleið eftir vel heppnaða skíðaferð. Skítaveður á Íslandi eins og vanlega en þrátt fyrir það kem ég sáttur heim. Takk fyrir mig.